Síðastliðið haust var í Árskóla á Sauðárkróki farið af stað með þróunarverkefni sem gengur út á það að breyta kennsluháttum í grunnskólum og færa þá inn í 21. öldina. En mikilvægur liður í því spjaldtölvuvæðing. Verkefnið fór vel af stað og stefnan sett á að innleiða þetta verkefni í alla grunnskóla í Skagafirði. Það rauninni tvö ólík verkefni sem eru inn í skólanum. Annars vegar eru við með verkefni í 3. bekk sem þannig að það eru nokkur tæki inn í bekknum. Það eru 10 tæki inn í þeim árgangi sem 40 nemendur með og þau eru með þannig að þau deila á milli spjaldtölvum, iPodum hjá sér. Og þá eru þau meira að vinna inn í ákveðnum forritum, svona öppum, einföldum öppum sem að kannski bekknum árgangnum skipt í 4 hópa. Og einn hópurinn með spjaldtölvu og meðan aðrir að vinna í einhverju annars konar verkefni. Svo erum við að tala um 5. til 10. bekk og þar byrjuðum við í 8. bekk núna og þannig það að hver og einn með sitt eigið tæki sem einstaklingsmiðað að þeirra, þannig að þau eru með þau forrit sem þau þurfa þar inni og henta þeim í námi í rauninni. Þannig að við erum að koma til móts við þarfir allra nemenda í þessum skóla án aðgreiningar þar sem allir nemendur eru bara óháð þeirra stöðu. Þannig að þetta eru þessi verkefni sem við höfum verið með og verið að vinna þetta sérstaklega í 8. bekk núna og svo ætlunin að bæta við nokkrum árgangum næsta haust og svo alltaf að gera það reglulega sem sagt að bætum við. Stór hluti af því sem við erum að gera að auka ábyrgð nemenda á eigin námi. Þannig að þau sjáu, þetta ekki að virka fyrir mig, þetta virkar fyrir mig, þetta mun hjálpa mér í námi og þannig að við erum að reyna að finna og við erum með náms- og starfsráðgjafa hérna mjög öflugan, hann Margréti Björk og hún að hjálpa í til dæmis hvaða námsaðferðir barna henta best og kenna þeim námstækni ýmsa. Þannig að við tökum til dæmis dæmi bara í stærðfræðinni sem við sáum áðan að þá það þannig að í staðinn fyrir að kenna þessu upp á töflu að með allir að hlusta á sama dæmið í einu og færast á sama stað í bókinni, þá var hann búinn að taka upp, þau voru búin að taka upp sem sagt 3 mismunandi innlegnir og 3 hliðar á ákveðnu dæmi og nemendur voru með heyrnartól og gátu hlustað á, ef þau voru vandræði með þetta, þá skoðuðu það myndband. Ef þau skildi ekki eitthvað, þá spólaði hann tilbaka og meðan að nemandi við hliðina á skildi allt, náði dæminu og hélt áfram í næsta. Þannig að þau eru á mismunandi stað þó þau séu sitja hlið við hlið. Þá eru þau mismunandi stað í náminu og fara á þeim hraða sem henta þeim. Á uppskeruhátíð verkefnisins komu fulltrúar frá sveitafélaginu og fengu að fylgjast með kennslustund þar sem spjaldtölvurnar voru notaðar og fengu jafnframt sýnikennslu frá umsjónakennurum 8. bekkjar. En hvernig ætli kennararnir sjálfir upplifið þessar breytingar á kennsluháttum? Krakkarnir kunna þetta rosalega vel. Þau eru, þetta náttúrulega þeirra heimur, þeirra raunveruleiki. Þau hafa tekið þessu bara ofboðslega vel og verið rosalega duglega að tileinka sér þetta. Og við erum svona bara á hlaupum eiginlega á eftir þeim. Við erum líka búin að gera fullt af mistökum og það vissum við fyrirfram að við myndum gera. Það bara partur af því að læra saman og við erum að læra með þeim. Og getið þið þá einmitt nýtt krakkana, fengið kennslu frá krökkunum? Eins og segið, þau eru náttúrulega bara eiginlega fædd með þetta í höndunum. Já, ég meina við tökum kennslustundir þar sem við erum ekki að kenna og við segjum nú erum við að hugsa að prófa þetta og svo fikta þau í þessi 10 mínútur og svo heyrir á einu borðinu, já, svona. Og þá standa allir á fætur og labba þessu borði og nemandinn sem fattaði þetta í raun og veru veitir kennsluna, bæði fyrir sína samnemendur og okkur. Því að gamla umhverfi þar sem kennarinn alvaldið, hann veit allt og kann allt frá í heiminum. Þetta bara ekkert veruleiki í dag þegar með tilkomu internetsins. Ég get alveg, þú getur spurt mig hérna í allan dag ef ég fæ að hafa síma minn hjá mér og ég get svarað öllum spurningum þokkalega rétt. En það sem sagt þetta það sem við þurfum að gera sem kennara núna að kenna börnunum að læra. Við ekki að kenna þeim staðreyndir, heldur kenna þeim hvernig á að læra og hvernig best að nýta þær upplýsingar og miðla þeim upplýsingur sem þau að ná sér í. En hverju hefur þetta breytt eins og fyrir ykkur? Þetta fyrir að fyrsta svo miklu skemmtilegra, mikið skemmtilegra. Þetta búið að vera mjög lærdómsríkur vetur. Þetta eiginlega eins og búið að vera háskólanám fyrir okkur. Við erum búin að vera í campus bara. Við bara fengum eitthvað bækur og búin að grúska mikið og fara mikill tími í þetta en það hefur svo sannlega að skila sér í bættri kennslu, trú ég, og ánægri nemendum og foreldrum þar að leiðandi. Ég sá líka, fylgdist með tímanum hann hjá okkur áðan að þeir eru rosalega fljót að sjá svörin, hver að fylgjast með, hver að ná þessu og hver ekki. Lýsið því hans fyrir mér. Já, þessi forrit sem við erum að nota, þau
sýna okkur stöðu nemandans í rauntíma, hvort hann tengdur, hvernig hann að svara og hverju hann að svara, þannig að við getum gripið inn í strax leið þú sérð, þú setur fram spurningu til dæmis ljóstillífun og þú ert að fá 30% rétt svör í bekknum. Þú sem kennari grípur strax inn í og stoppar tíman og ferð betur í námsefni því að það að bekkurinn sé að svara 30% vitlaust ekki vegna þess að bekkurinn sé ekki að standa sig, það hlýtur að vera vegna þess að kennslan ekki að skila sér. Og það svo rosalega dýrmætt fyrir okkur sem fagmenn að geta gripið strax inn í, ekki eftir 3 vikur eða 4 vikur þegar prófið og krakkarnir að ganga í 4 vikur með vitleysun í maganum, heldur að geta gripið strax inn í þetta og leiðrétt hlutina strax. Það ómetanlegt kennslutæki. Og jafnvel leiðréttist ekki því að þau taka jafnvel próf og svo þá þessum áfanga lokið og eitthvað nýtt tekur við. Þannig að þau kannski með einhverja skekkjur alla tíð sem hægt að stoppa strax þarna. Bara, nei, heyrðu, stöldrum við, hér ekki allir að ná þessu, við skulum fara aðeins aftur í þetta. Þetta opnar svo mörg tækifæri og eins og í vetur þá höfum við verið með alls konar, við höfum náttúrulega verið að fara svo mikið úr þessum klassísku kennslubókum og vinnubókum og við höfum sagt þegar verkefnaskil bara hvernig viljið þið skila þessu og þau geta valið sér það, þau geta valið hvort þau eru að skila takksíðu eða vídeóverkefni og þar styrkleikar hvers og eins að nýtast á sem bestan hátt. En foreldrarnir, þeir hafa verið að vinna náið með krökkunum í þessu og með ykkur. Já, við getum náttúrulega ekki þakkað þeim nógsamlega því að við erum að prófa þetta algjörlega með aðstoð foreldra. Foreldrar kaupa tækin. Nemendur koma með tækin sem þeir sem áttu ekki tæki, foreldrar þeirra kaupa handaðum tæki sem þeir koma með í skólan. Og það fyrir þeirra tilstuðlan sem þetta verkefni að takast. Þetta var ekkert hægt án þessa stuðning frá foreldrum og þetta traust sem við fáum til þess að fara alltaf að leið í kennslunni heldur en hefur verið hingað til hér inni allavega. Og hvernig heyrist ykkur á foreldrum? Við erum nýbúin að gera könnun þeirra viðhorf, hvernig þeim hefur fundist takast til og við fengum ekki neikvæða umsögn í neinni spurningu. Það er mikil jákvæðni, það mjög mikil meiri áhugi fyrir skólan, það talað skólan heima, það auðveldara fyrir margar nemendur að mæta í skólan, námsárangur hefur batnað og viðhorf krakkana orðið allt annað til námsins. Því að þetta heimur sem þau þekkja. Að sitja í skólastofu í beinni röð og hlusta og meðtaka eins og svampar, þetta bara ekki þeirra veröld. Þeirra veröld að afla sér upplýsinga, að leita, að finna. Og fyrir utan það þá í svona klassísku kennslustofu þá ekki allir að meðtaka og ekki allir svampar að hlusta. En þegar þau eru komið með tækin hérna í hendurnar þá alltaf gerast hérna rétt fyrir framan þau og þau eru með. Spjaldtölvur eru hins vegar ekki ókeypis og þó að auðvitað sparist til dæmis heilmikill pappír með notkun þeirra hlýtur innleiðing þessara tækja að vera afar kostnaðarsöm. Hvernig ætli því sé háttað? Sko, það að gera þetta ekki. Ef við horfum 10 ár fram í tímann, þegar atvinnulífið segir, og eins og bara núna, hvað kanntu, hvað getur þú gert? Og þessu undirbúningur, og þá koma börn héðan betur undirbúin heldur en þau annars hefðu verið. Þannig að kostnaðurinn við að gera þetta ekki hár. En kostnaðurinn við þetta, við erum að móta leið sem í rauninni samfélagsleið, sem þannig að skólinn og sveitarfélagið, atvinnulífið og foreldrar koma að því að kaupa tækið saman. Við gerum foreldrum kleift að kaupa, þetta þá frá 5. til 10. bekk, tækið á ódýrara verði en það myndi fá annars. Auk þess að það eru nokkrir nemendur eins og inn í þessum árgangi sem áttu tæki og þá koma þau með sín tæki inn. Þannig að ólíkt því sem sumir að gera, sem að kaupa bara fyrir heilan árgang sem skólinn á, þarna þau að kaupa til dæmis fyrir nemendur sem eiga spjaldtölvu. Og það þykir mér til dæmis bara bröðl. Og þannig að auk þess að það þá tæki skólans. Þannig að það brotnar ábyrgð nemenda ekki eins mikil á sínu tæki. Þú fær svona ábyrgðartilfinningu, þetta mitt tæki, ég passa það. Krakkar, þið eru búin að vera að vinna með iPada í tímum í vetur. Hvernig finnst ykkur það? Bara rosa gaman og bara skemmtilegt. Það mjög þægilegt. Hverju breytir það? Finnst ykkur þið læra betur? Eigið þið auðveldara með að fylgjast með? Já, ég held að maður læri helmingi meira einhvern veginn. Þetta er meira svona fjölbreytt og spennandi. Það einfaldar svolítið kennslu. Hvernig þá? Það mikið auðveldara að fá aðstoð út að við erum með gögnin í iPadin. Þegar hann setur myndbönd inn í iPadin og
þá getur þið bara hort á þau og séð hvernig þetta er gert þar. En þið hafið aðgang að alls konar appum þarna inn í iPadinum. Ekkert erfitt að vera bara í einhverju stærðfræðiforriti og fara ekki á netið eða gera eitthvað allt annað? Sko fyrst, það var þetta rosa spennandi en núna þá maður byrja að læra að nota þetta í náminu og maður er bara búinn að læra á öll appinu eiginlega. Maður þarf eiginlega bara að hemja sig. Að hemja sig, já. Læra bara svona sjálfsaga. Já. Þið eru greinilega mjög ánægð með þetta verkefni. Er þetta eitthvað sem þið sjáðu fyrir ykkur að gæti gengið, já, bara á flestöllum stöðum á landinu eða hvað? Klárlega. Klárlega.